Allt sem tengist íþróttum. Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Já, mikið rétt sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og já, þá erum við komin í akstursíþróttirnar og já, það má segja að það sé alvöru veisla næstu helgi hjá aksturs íþróttafélagi Hafnarfjarðar, en þeir halda upp á 15 ára afmæli sitt núna næstkomandi helgi og þeir eru meðal annars að fá til sín stórstjörnu úr akstursheiminum og já, línunni er komin að Kristinn Snær. Heill og sæll félagi. Blessaður gestur. Herru, það er bara, já, þú kynnir kannski fyrir mig hérna þennan kappa sem er að koma núna til landsins. Herru, já, eins og þú sagðir, þá er 15 ára afmælishátíðin núna á laugardaginn næstkomandi og í því tilefni þá höfum við ákveðið að flytja inn heimsmeistara í drift íþróttinni. Þannig að hann er að koma frá Bandaríkjunum og kemur hérna á morgun. Já, þannig að það verður gaman að sjá hann að keppa og maður sér að já, það eru náttúrulega menn verður að fljótir að tryggja sig mið á þennan viðburð, ekki? Það er klart mál, það verður mikið af fólki þarna og ef að menn ætla að sjá þetta þá þurfa að mæta snemma því að það verður slegið hvert pláss. Það er nokkuð ljóst. Nákvæmlega. Hann náttúrulega, já, er eitthvað sérstakur bíl sem hann verður á þarna eða? Já, við leigðum fyrir hann bíl sem að er fullsmíðaður hérna heima, fullsmíðaður bíl. Sá bíl var með hann annars núna út í Noregi að keppa og gera og kom svo heim aftur og við leigðum hann hérna. Þetta er 80 model að Toyota Corolla sem að er búið að breyta lítilega. Já. Þannig að hann er svona í kringum 500-600 hestöfl og alveg fullbúraður og svo leiðis, sko. Þetta er flottur bíl. Ekki nema. Ekki nema. Þeir eru náttúrulega vel breyttir þessi driftbílar, margir hverjir. Já, í dag er þetta komið töluvert lengra enn fyrir eins og 2 árum síðan. Þetta er búið að hækka úr kannski 300-400 hestöflum upp í 600-800 hestöfl, sko, og meira af veltibúrum og körfustólum og allt sem því fylgir, sko. Já. Þannig að það verður að leggja mun meiri metna í driftsportið sem slíkt, en nú er þetta náttúrulega í hádagur, þannig að það er ekki eingöngu drift í gangi, það er líka verið að keyra rallycross og go-kart og fleira sem verður sýnt, þannig að þetta er svona í heildina bara góð sýning. Já, brautin ykkar sem er hérna í Hafnarfirðum, þetta er já, mjög mikið notkun á þessu hverja helgi, það er mikið keppnir hjá okkur. Já, við erum með æfingar alla föstudag í driftinni og það er æfingar alla fimmtudag í go-karti og svo eru á til rallycross-æfingar og keppnir og fleira, þannig að það er mikil notkun á brautinni. Já. Við fáum líka til okkar Team Sleipni sem er lið hjá Háskólanum Reykjavík. Þeir voru núna að keppa þarna út á Silverstone. Já. Í háskólakeppninum, þannig að þeir ætla að koma með bílinn sinn og gera og fleira og svo fáum við líka drift fríhjól, þannig að það verður eitthvað af öllu. Já, nákvæmlega. Það eru, já, driftið hérna á Íslandi, það er búið að aukast alveg svakalega, já, áhugin í því sporti. Alveg gríðarlega, við erum að sjá bara helmingsaukningu á 2 árum í þáttöku og þetta er alveg bara með vinsælli motorsportum í dag, það er klart mál. Já. Á Íslandi. Einmitt. Og, já, þeir náttúrulega, já, sinnið öllum þessum sportum í kringum ykkur og já, þetta er það ekki reynsilegt skipulag sem þarf að vera í kringum svona eina keppni? Jú, þetta er tölvört mikil vinna og allt er þetta í sjálfbóðu vinnu, þannig að fólki sem að tekur þátt í að stuðla svona keppni, þetta alveg heiður skilin, sko, það er alveg svoleiðis. Já. Og já, síðasta keppni, hún var nú bara, var það ekki síðustu helgi eða þar síðustu? Þar síðustu helgi, jú. Já, og já, það er nú heldur betur sem að sú keppni var jöfn. Já, það var, já, ég segi, það er orðið mjög hart og jafnt í öllum flokkum sem er keppt í. Þannig eins og ég segi, þetta sport er alveg á fljúgandi siglingu, það er nokkuð ljóst. Og já, hann færði sig mitt þarna, já, sunnleitingurinn úr torfærinu yfir í driftið? Já, Íslandsmeistarinn í fyrra, hann Snorri Þór, hann er margfaldur hann keppti driftbíl, flutt inn fullsmíðaðan bíl og hann ákvaða að prófa driftið í ára alltaf og gengur vel, hann er efstur í sínum flokki eins og er, 8 flokknum. Og þetta er alveg getni og það er rosalega gaman að fylgjast með þessu vídeóin sem hann Jakob Sísil setur inn, það er ótrúlega gaman að horfa á þetta.
Já, virkilega og eins og segi, Jakob er alveg heiður skilinn fyrir að mæta alltaf og taka allt upp og koma því vel frá sér. Þetta er alveg snildar vídeo hjá honum. En já, hvernig það náttúrulega hart í að sækja það ekki alltaf hjá ykkur í Aksturs íþróttafélaginu ofta, já, það er væntanlega verið mikið að fá brautina á sínu tíma þarna í Hafnarfjörðinn og já, þið væntanlega þurfi jafnvel að framtíðarplana jafnvel að þurfa að stækka svæðið eða? Já, í rauninni sko, úr því sem verður núna þá verðist bara að vera stækkun í öllum sportum og svoleiðis, þannig að það er nauðsynlegt, myndi ég telja á næstu árum að fara í svoleiðis stækkanir á svæðinu og fleira, enda er það svo sem byrja, við erum að gera alls konar framkvæmdir hérna sem að stuðla að því, þannig að þetta er bara svona allt í vinslu. Já, nákvæmlega. Já. Og þið eru með, einhverja 5 deildir innan félagsins, eða 6? Já, 5 deildir. Já, það er drift og go-kart, motocross, rallycross og svo eru með svona supermoto eða svoleiðis. Þannig að eins og segi, hjá AIH það er margt í gangi. Já. Þannig að við erum að fagna því 15 ára afmæli. Já, en þú sjálfur, hefur þú verið í þessu sportið þegar ekki? Jú, maður er búin að vera í þessu, að prófa þetta flest allt og svoleiðis, en svona seinni ára myndi ég segja að meira svona í skipulagningu og mótsaldi og fleira. Vantar svona mikið fólk í það, þannig að maður svona tók það svolítið upp á arminn. Já, nákvæmlega. Og þið takja á móti stórstjörninu á morgun og já, þið ætlið væntanlega að sýna honum landið, hefur hann komið áður til landsins? Nei, ekki komið áður og hann var mjög spenntur að mæta og hann var svo spenntur að mæta að hann ákvaða að lengja fríið sitt og fara með konunni sinni landið og svoleiðis, þannig að hann gæti ekki verið sáttur með þetta. Já, er ekki þetta semja við yfirvöldin á landinu að hann megi bara spóla sig í gegnum þjóðin? Já, það þyrfti setja leyfi í það en við tökum það bara seinna. Já, nákvæmlega, einmitt. Já. En fyrir áhersama, það er miðasala inn á tix.is og svo sé ég að þið eru með eitthvað Facebook-leik einnig. Já, endilega að adda Akstursíðutafélagi Hafnarfjarðar á Facebook og taka þátt í leiknum og getur unni miða þar á miðvikuldurinn og eins og segir, getur farið inn á Tix, getur miða og fyrir áhersama þá heitir þetta afmælishátíð AIH á Facebook. Þannig að það var að skoða það líka þar. Já. Og það verður gaman fyrir alla að mæta þetta. Þetta er alvöru sjó sem þið bjóðuð upp á. Já, það er nokkuð. Þetta verður sennilega stærsta sýning sem verður haldin svona hingað til allavega AIH og sennilega stærsti driftuð burður á Íslandi frá upphafi. Það er nokkuð ljóst. Og það verður gaman að sjá. Hvernig er náttúrulega aðstæður til drifts og fleira náttúrulega á Íslandi, hún er náttúrulega, það er ekki mikið í boði. En hvernig er þetta úti, veistu það? Eru miklu betri aðstæður fyrir þá úti? Já, sjálfsögðu eru betri aðstæður fyrir menn úti í þessu, en svo hins vegar að þá kom til okkar íslensku strákur sem býr í Danmörku og keppir í drifti þar. Hann kom með bílinn sinn til Íslands að keyra og hann keyrði hjá okkur hjá AIH-svæðinu og hann sagði nú að meðalbraut í Danmörku verður nú bara minni en þessi, þannig að hann taldi þessa braut sem við erum með bara góða, þannig að ekki mikið undir því að kvarta. Þannig að, það mætti alltaf vera betra en ekki slæmt. Kristi Snær Sigurjónsson hjá Aksturs íþróttafélagi Hafnarfjarðar, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma. Þú ert, ég kynnti inn að þú væri betur þekktur sem Tinni. Já, það passar. Já, hvernig stendur það því? Þetta bara þróast einhvern veginn, ég manna það nú ekki alveg. Nei, nákvæmlega, einmitt. Bestu þakki fyrir að gefa okkur tíma og hvetjum alla til þess að vera snöggi að fá sér miða því að það verður fljótt uppselt á þennan viðburð. Endilega. Takk fyrir. Ok, takk. Blessar. Já, hátíðin hefst klukkan 3 á laugardaginn og það er að gera að tryggja sér. Þið getið séð allt þetta afmælishátíð AIH inn á Facebook og svo er þið mitt á tix.is, þar er þetta að tryggja sér miða einnig. Og þetta er ekki smá viðburður að fá svona kappa til landsins. Chris Forsberg, heimsmeistari í formúlu í drifti, það verður gaman að fylgjast með þessu. En sportþátturinn er fallinn á tíma að sinni. Ég minn ykkur á að þið getur hlusta á öllum viðtölum og þætti kvöldsins inn á sportþátturinn mánudagskvöld á Facebook og einnig kemur þetta allt inn á YouTube. En í næstu viku þá ætlum við að
vera með þátt svona kynnast íþróttum á Akureyri og Húsavík, þannig að það verður svolítið norrlenskur þáttur. En ég heiti Gestur frá Hæli, þakka ykkur fyrir hlustunum í kvöld, njótið vikuna með okkur á Suðurland FM. Fylgstu með á Facebook Sportátturinn mánudagskvöld með Gesti Einarsinni frá Hæli. Skólavörurnar